Já, hann komin hérna, hann Ásgeir Daníelsson, hagfræðingur, starfaði lengi vel í Seðlabankanum. Herðu, ég nú að kalla þið ekki til að góðu. Vilhjálmur Birgisson vitnaði í fyrirlestu sem hún hélst fyrir 2 vikum með eitthvað svoleiðis. Og hann sagði að þú hefur ekki sýnt fram á, eða þú hefur sýnt fram á að það væri erfitt eða ómögulegt að finna samhengið á milli launa og verðlags, þannig að launahækkanir myndu automatískt kveikja í verðbólgu, cirka bát, eitthvað svona sagðan. Þú heldur hann sé eitthvað aðeins að draga og frekar ályktanir að þessu? Já, málið er að ég í þessari ritgerð sem að Vilhjálmur hefur kannski eitthvað kynnt sér, þá velti ég því upp að hér í gamla daga, ef þú bakkar aftur til 1990 og þá voru menn eins og Guðmundur Guðmundsson og reyndar aðeins síðar Þórður Ingi Pétursson sem að núna er aðalhagfræðingur Seðlabankans, að meta samband verðbólgu við aðrar stærðir og Guðmundur sérstaklega er að meta samband þá verðbólgunar við launabreytingar og breytingar í innflutningsverðlagi. Og þetta gekk bara mjög vel, það er mikil fylgni þarna á milli, þegar að verðbólgan var þó nokkuð mikil. Þá getur lagt saman bara innflutta verðbólgu og svo launahækkanir og þá farið út verðbólgu sem í Íslandi. Já, svona kannski gróft það er svona aðfallsgreining til þess að finna þessa formúlu þar sem er þá verðbólgan jafnt eins og einhver Það þýttum ekki að borga ykkur há laun ef þetta væri svona einfalt. Nei, þetta er kannski einfaldara heldur en það verði stundum þegar hort er á þetta. En sem sagt að þegar það kemur fram á lágverðbólgutíman og svo ef að þú skoðar tímabili frá fyrsta fjórðungi ársins 2003 til fjórðungs árið 2017 sem að verðbólgujafnan sem að er í núverandi þjóðhagslíkani Seðlabankans er metin út frá að þá er ekki hægt að finna fylgni á milli launabreytinga og verðbólgu eða verðlagsbreytinga. Ég legg áherslu á þetta spurningin breytingarnar og ef þú tekur og reynir með aðfallsgreiningu að finna einhverja jöfnu sem að launabreytingar leiðréttar fyrir framleiðnibreytingu og það er sem sagt samtímabreytingar eða breytingar fyrir einhvern liðinn fjórðung nýlega, að þá finnur þau ekki marktæka stuðla. Og ef þú horfir bara á þetta, að þá gætur þú dregið þá ályktun sem að Vilhjálmur dregur í þessari fésbókarfærslu sem að þú ert að vitna til. Og sem sagt, ég kemst að þeirri niðurstöðu í þessari ritgerð. Þú ert ekki að halda þig fram að þessi tengst sé ekki til staðar, þú ert að segja að það bara við eigum ekki módelið til þess að sýna fram á. Já, málið er að ef þú tekur vísitölu neysluverðs, verðlagsvísitöluna, tekur launavísitöluna, þá er alveg svakalega mikið fylgni. En í tölfræðinni þá segja menn að það er ekkert að marka. Þetta eru 2 stærðir sem eru með leikni og þú færð samband á milli alls konar hluta. Það er til dæmis samband á milli vísitölu neysluverðs og mannfjöldans, hvort ekki hefur verið að vaxa og þá færðu fylgnistuðul upp á næstum 1, sem sagt fullkomna fylgni, 0,9 eitthvað og þannig að það er ekkert að marka það. Það sem aftur á móti þú mátt í tölfræðinni gera er það að skoða hvort að þú getur fundið samband á milli stærða sem eru með leikni eins og vísitala neysluverðs, laun leiðrétt fyrir framleiðni og innflutningsverð. Ef einhver slík formúla er til sem að gefur útkomu
sem það sem að kalla sístæð, þar að segja ekki bara á einhverju leið með Leitni heldur svona að sveiflast í kringum eitthvað ákveði gildi og þú getur talað með eðlilegum hætti það að það hafi einhvern breytileika frá meðalgildinu að þá máttu draga ályktanir af því. En hún er ekki til? Hún er ekki til, þessi formúla? Jú, og það sem ég sem sagt ger í seinnipartinum sem að Vilhjálmur hefur greinilega ekki alveg náða að lesa líka. Þannig ég sá glærunar af honum og ég bara skilði það mjög vel því að það bara leistist það upp í formúlur. Já, ekki alveg kannski en það ég var nú skammaður fyrir það að ég byrjaði með formúlum, bara í formúlanum já, þetta svolítið formúluvísindi ef út í það farið, en ég að vona það að ég geti svona sett þetta aðeins í orð. En þess að ef þú tekur bara hlutfallið á milli vísitöluneysluverðs og svo kostnaðarliðunum á móti, þá launakostnaðinum og það er voðalega erfitt að ímynda sér það að launakostnaður hafi ekki áhrif á verðlag þegar þú varst að tala yfir 60% af verkum þáttatekjum samkvæmt Hagstofunni. Þetta stærð sem hlýtur einhvers staðar að hafa áhrif á verðlag. Annarkvort hækkar að verðlag eða minnkar hlutdeild eiganda fyrirtækisins? Þessum selur? Já, það vissulega í því en ok, skulum kannski gema það eins. En sem sagt, ef þú ert með þá vísitöluneysluverðs tekjurnar í teljaranum og deilir upp í það með vegnu meðaltali af launakostnaðinum, leiðréttum fyrir framleiðni og innflutningsverðlaginu, að þá færðu nokkuð stöðugt hlutfall. En hver munur á þessu og því sem að menn voru þumalputtareglunum sem að menn höfðu áður? Það sama niðurstaðan sem að kemur. Já, eða það hjá þér það eitthvað öðruvísi eða ef laun hækka 5% að þá leiðir það til? Já, þetta þýðir það að við erum að tala meira svona langtíma samband. Ég meina þessi formúla sem að þú kannt það að laun eigi að hækka miðað við framleiðni vöxt og sem sagt á raunlaunin og af því að við erum að miða við 2,5% af verðbólgu að þá eigirðu að geta lagt saman 2,5% verðbólgu pluss framleiðni vöxt. 1,5% segir það og það þýðir að það svigrúm fyrir 4% launahækkun. Já. Þetta éta menn upp hver eftir öðrum í samfélaginu. Já. Og sem sagt, ef þú horfir á þetta skammtíma samband sem við vorum að tala hérna fyrst og Vilhjálmur Birgisson las í þessum aðsönglærum að þá sem sagt ekki hægt að finna sterkan stuðning fyrir því þar. Aftur á móti, ef þú skoðar þetta langtíma samband og notar viðurkendar tölfræðilegar aðferðir til þess að ganga úr skuggum það að þú meigir draga ályktanir af því að þá kemur það út að þegar til lengdarlætur að þá gildir þetta samband. Nú, þetta samband náttúrulega þar sem að ef að launin hækka sem nemur framleiðnibreytingu og þá er þetta raunlaunin að þá helst hlutfall sem sagt launa á móti hagnaði og breytt. Nú, ef þeir þóttu það of hátt til að byrja með þá kannski þyrftur að lækka það, ef þú svo hans það of lágt til að byrja með þá kannski mættur hækka það, en samkvæmt þessari rannsókn þá leitar þetta hlutfall sem getum kannski til einföldunar kallað álagningar hlutfall þeirra sem að selja vörur og þjónustu, að það leitar mjög sterkt í ákveði gildi og það hefur verið nokkuð stöðugt inn á þessu ári, inn á þessu öld segir. Og það Þannig að þú ert að segja, eins og hefur verið bent á, ég held að hefur nú verið sérstaklega eftir samningana bara 2015 og líka fyrir hluta lífskjarasamningana að það voru hækkur laun og það kom ekki út í verðbólgu.
ekki eins og menn hefðu búist við með gömlu þumalputtareglu. Ég reyndar fer í gegnum. Og ástæðan fyrir því að það er fluttin verðhjöðnun út af gengisbreytingum eða eitthvað slíkt. Sko 2015 samningarnir, að það eru mjög háar launahækkanir og svo reyndar bættu þeir við þessum lífeyrissjóða 3,5% hækkun sem að atvinnurekendur greiða, að það hefði samkvæmt formúlunni átt að leiða til verulegra verðbólgu sem ekki varð. Verðbólgan var meira sér aðeins innan við 2,4%. Akkur var það ekki? Og skýringin, þegar ég rekna út þetta álagningarhlutfall, að þá helst það svona bara nálægt sínu eðlilega gildi, en þrátt fyrir sem sagt þessar miklu launahækkanir að þá koma á móti gífurlega gengishækkanir og líka góð framleiðniþróun. Framleiðnin eykst og innflutningur lækkar út af styrkingu krónunnar og mögulega verðhjöðnun í útlöndum eða eitthvað. Hagstæð og olía og dittin og dattinn. Svo það gengi mest sko. Og þetta gerir það að verkum að það er hægt að greiða þessar launahækkanir sem að 2015 samningarnir fólu í sér án þess að það yrði mikil verðbólga. En í þessu þú að segja þetta er öfugt við 2011 af því ég fer líka gegnum það í reykjerinni að þar er hvorki að ræða framleiðni vöxt sem neinu nemur og heldur ekki hagstæði gengisþróun og þá gerist það að þessar miklu launahækkanir það leiða til verðbólgu. Þannig að þú ert að segja að ástandið eftir 2015 að þó svo þetta hafi lítið ágætt út að þá sé svona komið þetta kannski seinna þegar að þessi skilyrði er ekki eins hagkvæmu þau voru, þegar framleiðni aukningin er ekki svona mikil, þegar að gengið er ekki svona sterkt að þegar það gengur, ef við gerum ráð fyrir allt það sem fyrir upp fara aftur niður, að þá muni kannski verðbólgan koma fram sem að var hlaðið í samningum 2015. Er það þannig sem maður getur dregið ályktanir? Nei, það er ekki þannig sko, en eins og er í gangi lífsins og þegar að sagt, hlutir fara niður eins og þú segir sko, hvort sem að það er nú framleiðnin eða gengið er nú reyndar ágætlega hátt ennþá sko, svo sem ekkert ómögulegt að geti styrst en það er kannski svona meiri líkur á því að það myndi veikjast hefði maður talið svona út frá því hvernig svona raungengisþróunin er með eitthvað langtíma meðaltal eða eitthvað slíkt. Það er kannski mikið eftir hvernig ferðamannaþjónustan þróast? Jú, og reyndar, ég meina menn er að fá rosalega hátt verð fyrir fisk út af stríðinu í Úkraínu og álið. Og álið líka. Þannig að staða núna er svo sem þannig að þetta getur farið á ýmsan hátt en til að svara spurningunni að þá sem sagt mun þá ef við sjáum að það er að fara niður og ég meina ef það er mat þeirra sem er að semja að gengi sig að fara niður og þá náttúrulega minnkar það svigrúmið til launahækkana og sömuleiðis ef að framleiðnin í vöxturinn er lítill þá minnkar það svigrúmið og ef þú lest það sem að Stefán Ólason er að skrifa hjá Eflingu á heimasíðunni hjá þeim þá er hann að ræða þessi mál út frá framleiðni vextinum eða hagvextinum mínus fólksfjöldavöxt og það er náttúrulega eiginlega svona einhvers konar tilraun til þess að nálgast framleiðni mælingu einhvers konar sko. Þannig að það er náttúrulega sko bara bundið í óhjákvæmilega reikniformúlu að kakan sem við erum að tala per vinnandi mann að hún vex eins og framleiðnin segir til
ef hún er rétt mæld og allt það er annar handleikur en í aðalatriðum held ég það. Þess vegna held ég að sé mikilvægt að sé talað um þetta eins og Stefán gerir og þú ert að fjalla að við séum að tala um það að ef við ætlum að halda óbreyttu sneið, jafnstóri sneið og við gerum ráð fyrir svona mikil verðbólgu og svona mikil framleiðniaukningu að þá þarf að hækka launin svona mikið til þess að staða til dæmis láglaunafólksins sé óbreytt. Það mátur að líta á það þannig líka og í sjálfum sér er ekki þannig að orsaka samhengi sé í þessari formúlu þar sem að ég var að reyna að leiða út með vísitölu neysluvers í teljaranum og síðan vegi meðaltal af launum og innflutningsverðla í nefnarum að sem ég kallaði þess að þá álagningu að þá er ekkert orsakasamhengi endilega frá launum til verðbólgu eða frá innflutningsverði til verðbólgu heldur bara það er samhengi mikið þess að stærða þannig að ef að verðlagið hækka lítið þá getur vel verið að það styrki gengið eða eitthvað slíkt. Það er til einn slík kenning ef út í það er farið sko. En þó svo að menn tali svona framleiðni og fyrir sjáanlega verðbólgu og annað slíkt og hvað þarf þá til þess að halda óbreyttu ástandi og hvað myndi þá þýða hækkun umfram það. Það er ekki gefið að það sé krafa þá aukna verðbólgu. Það getur verið krafa það að hagnaður verði minni, að verkafólki fái stærri hluta af hagnanum. Og það er sjálfsagt að umræðan snúist líka það, ekki bara svigrúm samfélagsins til launahækkana miða við að sé óbreytt, valda hlutföll milli launafólks og fyrirtækjaeigenda. Já, það er náttúrulega svo framlega sem þú innleiðir ekki velas eftirlit eins og var nú reyndar einu sinni gert hér og ríkisstjórnarfundir fóru meira og minna í það að ákveða það hvort þetta hækka græna baunir eða eitthvað annað. En ég held að við séum í aðalatriðum í kerfi þar sem að það eru þeir sem að selja vöru og þjónustu sem ákveða verðið náttúrulega ekki án tillits til þess hvort að hafa möguleika á því að selja. Ég meina það eru aðilar að keppa við þá og þeir þurfa náttúrulega umganga sinn kunnahópa einhvers konar sanngirnisviðmið og svo framvegis. Minna eftir því sem að fjákeppnin er meiri? Já, en hins vegar þegar að allir horfa fram á sömu miklu launahækkanirnar að þá er allir í sömu stöða til að það er bara tímaspörsmál hvenær þeir hækka verðið til þess að klára þann part af útgjöldunum sem að þeir þurfa að standa skil á hvort sem að það eru vexti til bankana eða arður til hluthafana eða fjárfestingar og afskriftir sem að líka er á þeirra borði sko. Og þetta hlutfall hefur verið mjög stöðut eins og ég var að segja á þann og er svona það sem að ég byggja á þegar ég fullir í það að það leiti jafnvægis. Já, þannig að fyrirtækjaeigendurnir fái sitt, þannig að ef launin hækka umfram og er að teygja sig upp úr 60% upp í 62%, að þá leiði það til hækkunar. Þeir sem hafa völdin, þeir sem ákveða verðið, að þeir ætla sér að taka sitt. Já, þetta kerfi þar sem að þú ert með kapitalisma, þannig að menn framleiða með hagnaðarsjónarmið í öllum aðalatriðum að þá er einhvers konar svona mekanismi í gangi og síðan náttúrulega getur og ég meina það er til dæmis partur af kjarasamningum á hinum Norðurlöndunum sko að menn er að velta fyrir sér hvað sé sanngjarnt varðandi í það að einstakir því að það sem við erum að ræða er þá einhvers konar hækkun fyrir alla alveg frá Efling og yfir í BHM og svo náttúrulega kannski eru einhverjar aðstæður sem að gera það að verkum að það sé ástæða til þess að meðhöndla einhvern einstakann hóp öðruvísi og svo framvegis. Ég veit svo sem ekkert nákvæmlega hversu bróðurlegt þetta er í þessum skandinavísku verkalýðsfélögum en hugmyndafræðin er eitthvað á þessa leið. Þetta er svona SALEG sem þú að lýsa? Já, SALEG er tilraun til þess að koma á Íslandi þessu skandinavíska líkani og mér finnst ýmislegt mæla með því að það sé skynsamlegt að
sem sagt, og mér fannst reyndar þessi róttæka verkalýðshreyfing, verkalýðsforysta sem að var kannski ofan á í kjarasamningunum 2019 að mér fannst hún spila mjög vel úr sínum spilum þegar að hún lendir samningunum í ljósi þess þegar að flugfélagið fer á já. Ég ætti nú að muna, ég horfði alltaf á skiltið þeirra að þegar það fer á hausinn sko og menn gera sig grein fyrir því að það að koma aðstæður að það borgar sig ekkert að vera að reyna að þrýsta á meira og menn eru búin að ná góðum samningi að því að menn telja á. Og beindu hækkununum til þeirra sem helst sem þeirra sem voru með vesturlögin. Já, svo var það líka og en síðan voru þetta líka samningar sem að eftir á að hyggja atvinnurekendur eru líka ánægðir með. Nú þarna var líka þessi hagvaxtarauki inni sem að ég velti dálítið fyrir mig hvort að væri ekki heppilegur miðað við þessa mikla breytileika sem að hér að það erfitt að gera 3 ára samning án þess að hafa einhverja fyrirvara varðandi það hvað á að gera ef að hagvöxturinn er lítill, framleiðin er lítil eða mikil þannig, ég meina það þarf kannski að útfæra þetta þannig að þetta gildi í allar áttir og allir séu svona að verja sig gagnvart óvissunni og já, en mér fannst þetta vera vísir að einhverju sem að mætti alveg íhuga betur. Meinar þú að reyna að endurtaka lífskjara samningana? Nei, ég nú bara að tala um hennan hagvaxtarauka. Hafa hagvaxtaraukan inni sem þetta 3 ára. Sem sagt skilyrði sko, sem sagt ef að aðstæður eru hagfelldar fyrir þá efnahagslífið og atvinnurekendur og þeirra hagnaður vex meira heldur en við erum kannski að gera ráð fyrir að þá er einhver mekanismi sem að leiðir til þess að launin hækka og sem sagt það jafnar. Og síðan finnst mér svo sem sanngjarnt og held svona ágætt upp á gang við kapitalismans að ef að aðstæður aftur á móti fara á verri veg að þá sé líka kannski hægt að hægja á einhverjum launahækkunum eða þannig. En á kapitalismin ekki að hafa borð fyrir báru og geta staðið af sér samdrátt í 2-3 ár? Er ekki betra fyrir okkur að hafa fyrirtæki sem að hafa það þá seglu? Er það ekki, segir sagan okkur ekki þannig að við eigum eiginlega að gera kröfur á að fyrirtækin hafi eitthvað í sig seglu en sé ekki bara að tjálta til einna nætur? Já, þá voru líka að leyfa að hafa þennan mikla hagnað til þess að safna í sjóðinu. Og ég veit ekki, og einhver leiti þá er þetta gilt sjónamið en þegar sveiflurnar verða mjög stórar þá er hætt við því að það verði eitthvað sem að gefur eftir og menna, ef við tökum þess að eitthvað þróast í verri vegar að þá mun einhver gefið launahækkun mögulega leiða bara til verðbólgu og þá er kannski ekkit endilega víst að það sé í hag launafólksins að knýja hann alla í gegn. Það var náttúrulega í lífskjarasamningunum þá hefðu fyrirtækjaeigendur geta sagt þeim upp þarna þegar það var ár eftir og reynt að komast undan síðustu hækkuninni. En þeir gerðu það ekki, meðan annars vegna þess að kannski mælanlegi samdráttur sem var í samfélaginu, hann lagðist eiginlega bara á eina atvinnugrein og þar var eiginlega ekkert fólk í vinnu lengur. Þannig að kannski aðrir hlutir samfélagsins gátalveg tekja þessu launahækkun. Þannig að það ef þú ætlar að búa til svona jafnvægis þá verður líka einhvern veginn að aðgreina atvinnugreinana líklega til þess að ná einhverju. Já, vonandi er svona upp að koma eins og COVID var eitthvað sem að gerist á 100 ára fresti sko, eða þannig, ég meina, og það er spurning hvað þú getur brugðist við því sko, reyndar náttúrulega ef þú berði saman við spönsku veikin á sínum tíma sko, þá er það sem að menn gerðu náttúrulega hvort sem að lítur á það læknisfræðina eða svona þjónustunni kring náttúrulega kraftaverk sko og en menn munu örugglega alltaf missa af einhverjum möguleika sko en að gardera sig gagnvart svona þessum helstu stærðum eins og þá hagvextunum framlínni þróuninni erlendi verðbólgu eða eitthvað slíku að það séu einhver
ákvæði eða menn geti bara tala sér saman upp á það að breyta einhverju í samningi sem að gildi til 30 ára sem að er mjög langur tími fyrir íslenska hagkerfið og það getur svo margt óvænt gerst sko. Náttúrulega alltaf spurningum það hvenar slíkt fyrirkomulag hættir að vera 30 ára samningur og verður bara röð af hálfsársamningum með eitthvað svoleiði sko en ég held samt að þessi ákveðin hugsun í þessu sem að mætti alveg huglega það var góðu vísir af því í lífskjarasamningi og hagvaxtar aukinn var sem sagt dæmi en það er líka búin að vera samning sem sagt ákvæði það að menn hittust og færu yfir stöðuna og í ljósi verðbólgu og launahækkan og þannig að menn gætu sagt upp samningum eða komist að samkomulagi það að gera eitthvað hlut til öðruvísi heldur en að uppalega var samið Ásgeir, takk fyrir að koma hingað og tala kjarasamninga og verðbólgu. Takk fyrir að fá mig. Við ætlum að taka örstutt hlé og eftir það kemur Gyða Margrét Pétursdóttir og við ætlum að ræða vændi.